Verið velkomin kæri áhorfendur. Nú ætlum ég endilega að taka fyrir lausnir á ákveðnu típu á jöfnum eins og venjulega. Það er svona eitthvað í algebrunni sem við viljum endilega skoða. Og jafnan sem ég langar að leysa fyrir ykkur er eftirfarandi jafna. Það sem er 4x og síðan kemur mínus 7 er jafn stórt eins og talan 3. Og svona fyrst þess að byrja með þá þurfum við kannski að finna eitthvað skemmtilega rauntölu ást þess að leika okkur með. Við byrjum í staðsetningunni 0 og við vitum að við endum í staðsetningu 3, það er að segja þessi hérna staðsetning. Og síðan gerist svolítið skrítið og ég ætla núna að teikna það þannig að við fyrir 4x einingar áfram og síðan á sama skapi þá erum við með skilgreiningu um það að við förum 7 einingar aftur á bak, sérst mínus 7. Og þá myndi mínus 7 tákna vegalengdina þar sem við ferumst aftur á bak og síðan myndi stærðin 4x tákna það hvernig við förum fram á við. Og núna þurfum við bara að finna út í hversu stórt þarf x-ið að vera til þess að ég myndi geta uppfyllt þetta skilyrði þar sem við förum 4 einingar af x áfram eða 4 sinnum x áfram og síðan mínus 7 aftur á bak. Og dæmið slíkt geti einmitt verið að taka litla algebru sem við getum pröfað að leysa einmitt út fyrir. Það fyrsta sem ég myndi vilja gera er einmitt að ég vil færa allan talnaskala minn þannig að ég myndi fá staðsetninguna hérna á endanum til þess að make sense fyrir mér. Og það myndi ég gera með því raunverulega að taka talnaskalan og færa hann einhverja vegalengd hingað áfram. Nánar tiltekið færa hann aftur áfram 7 einingar þannig að hann myndi enda einmitt á punktinum þar sem að við erum með endanum á 4x-um. Þannig að ég myndi taka mínus 7 einingar og segja leggja 7 einingar við sikkur megin í jafnaðarmerkið bæði á 4x vegalengdina þannig ég veit að það er 7 einingum lengra en að samanskapi er líka 7 einingum styttra það gengur upp með hvort öðru og sjálfur staðsetningu á talnaskalanum myndi líka fara áfram 7 einingar þannig að myndi fá 3 pluss 7 þess að koma hana og uppgötum þarna að þessi hérna stærð er bara jafnt á 0 vegna þess að mínus 7 pluss 7 það er jafn stórt og andstætt og þar leiðandi er jafn stórt á 0 þannig að við fáum 4x pluss 0 jafn stórt eins og 10 en 4x pluss 0 alveg eins og 7 pluss 0 myndi vera jafnt á 7 þá hlýtur 4x pluss 0 að vera jafnt á 7 ekki 7 vera jafnt á 4x líka og þannig gengur að kolli. Þannig að við erum núna komin allan með 4x er jafn stórt eins og 10 og síðan getum við gert annar hlut að það er það að við getum deilt sikkur með við jafnaðarmerki. Eitt af því sem við getum gert er eftir við erum búin að krumpa ásinn saman þannig að við vitum allan að núna í þessum hérna nýja talnás sem ég kom með að 4x einingar, sérst frá 0 upp í 10 þá vitum við að vegalengdin hérna er 4 einingar af x, sérst 4 skipti af x sem þarf að koma fram eftir við erum búin að gera þessa færslu upp á 7 heila fram á við. Þannig að einmitt í þeirri færslu sem við höfum hérna þetta var ekki aðlega átlun en í þessari færslu þar sem við höfum 4x einingar þá þurfum við náttúrulega að brjóta þetta upp í jafnmargar einingar eins og við höfum aðgang að. Það er að segja að við þurfum að brjóta þetta upp í 4 mismunandi einingar og til þess að geta gert það og þetta er einmitt markmið okkar er að finna út í hvað þessi óþekkt að breyta x er stór. Til þess að geta gert það þá þurfum við að deila því í 4 parta og þá fáum við á endanum að þetta hérna verður þá x er jafn stórt og 10 deilt með 4 og þetta er svarið, þess 10/4 og núna myndu margir spyrja sig hversu stórt er þetta hérna fyrir þá sem eru vilja endilega sjá kommatölur sem ég tel ekki vera raunverulega tölur eða tölur sem eru áhugaverðar að nota þá er þetta sama að segja 2,5 þannig að ef við myndum núna að fara aftur tilbaka á uppálega formið það sem við vorum með hér þá er að svarið það að þetta hérna gengur upp ef það er 2,5 x jafnt á 2,5 þá ættum við að fá 3 útri þannig að pröfum að testa það þannig að krafan okkar er svo að við ættum að fá ef x er jafnt á 2,5 þá ættum við að fá út úr þessari hérna jöfnu 4x mínus 7 ætti að vera jafnt á 3 þannig að pröfum núna að skella bara inn upplýsingunum sem við fengum gefi og þá segjum við 4 sinnum 2,5 mínus 7 er jafn stórt á 3 2,5 sinnum 4 það er jafnt á 10 mínus 7 sem er jafnt á 3 eða 3 er jafn stór á 3 þannig að svarið er já þetta hérna er lausn sem við getum notað æðislegt
Það ekki alltaf sem við fáum þessar lausnir. En nota bene, takk eftir hvað gerðist raunverulega hérna fyrir talnaásin. Ég var með einhverja stærð, þar sem ég var með hugmyndir það að ég fór 4x áfram og síðan 7 aftur á bak. Eða það er líka önnur leið til að teikna nákvæmlega sama, það var ég myndi að segja að ég er með staðsetninguna 0 og ég er með loka staðsetninguna 3 og ég veit að ég er búin að ferðast einhverja vegalengd, það sem er með 4x mínus 7 vegalengd til þess að ferðast á staðsetninguna 3. Þetta uppfyllir þess að skilyrðið 4x mínus 7 jafn stórt eins og 3. Með að leggja 7 sikkur megin við, það var ég raunverulega bara að færa mig þannig að ég myndi brjóta þetta upp eftir einhverju staðsetningu að sem ég væri með 4x einungis á einu bili og mínus 7 á öðru bili. Þegar ég kom með það, þá veit ég að það er eitthvað starf 10 þarna sem kemur fram, sem ég var með hér. Það sem við fáum nýjan talnás út af þess með að draga og leggja til 7 sikkur með við. Það sem við vitum það núna að 0 upp í 10 er jafn langt eins og 4x. Og síðan getum við tekið þennan ás og breytt honum þannig að hann sé deilt á 2 hluti, þar sem við getum fengið nákvæmlega sömu vegalengd að x er jafnt á 2,5. Það er vegalengdin sem við uppfyllum upp að þessum eina punkti. En þetta er svona eitt af þessum leiðin sem maður getur dúllað sér aðeins að ímynda sér hvert maður er að fara og hvað maður er að gera og svo framvegis. Þessi hérna 4x stærð, hún virkar allan aðeins flóknar heldur en við byrjaði upphaflega. En við erum allan með lausnina og það er 2,5. Það er allan uppfyllið skilyrðið það að þetta hérna sé jafna þessi sönn. En jöfnuna getur orðið aðeins flóknari. Og við getum aðeins bætt við svona meira í kringum og þetta er alltaf þannig í starffræðinni leiður búin að áttaða ykkur og eitthvað er skilið þá fattar eftir á að það er alltaf meira og erfiðari hlutur handan hortsins og það er ekkert engin undantekning í algebrunni alveg eins og í differjöfnum á háu stigi. Núna byrja fjörið. Hvernig við að teikna þetta? Það er góð spurning. Eina sem ég veit fyrir víst það er það að ég teikna núna eitthvað skonar rauntölu ás og ég veit ekki eins og hvort það sé pluss eða mínustala sem kemur út úr þessu nota bene, ég veit ekki eins og hvað staðsetningin almennilega er en það skiptir ekki öllu máli. Eina sem ég þarf að gera er að hafa huglæga tilfinningu fyrir hvað er að gerast. Ég veit það að frá 0 upp að einhverjum ákveðnum punkti, sama hvað sá punktur er, þá er til einhver vegalengd sem er 2x pluss 10 og að sama skapi á sama tíma eins og við erum með 2x pluss 10 þá er til einhver önnur vegalengd sem segir okkur að 5 mínus 3x er sama vegalengdin. Það er að segja að þetta eru 2 jöfnur sem eru jafn stórar hvor annari. Þannig að það er enda á sömu staðsetningunni hvar svo sem sú staðsetning er og við veitum ekki einu sinni hvort hún sé hægra megin eða vinstra megin við talnaásin. Við höfum eftir að finna út í hvar þessi staðsetningin er fyrst þess að byrja með. Það er að segja ég veit ekki einu sinni hvort það sé eftir 5 eða 10 eða 13. Og til þess að geta gert það, þá þarf ég að fara að leika mér aðeins með algebru. Þannig við byrjum núna á fyrsta hlutanum okkar. Það er það að við erum með fullt af x-um og við erum með fullt af x-um sikkur með jafnaðarmerki. Eitt af því sem við vitum með svona, hvað getur maður sagt, talnaása, er það að þú getur lagt tölur til og frá sikkur með jafnaðarmerki og það er allt í lagi. Þú getur til dæmis lagt töluna 5 sikkur með jafnaðarmerki, það breytir ekki neinu niðurstöðuna og sama gildir að leggja 3x sikkur með jafnaðarmerki. Þannig að markmið okkar er að finna út í hvað x-gildið er og við viljum endilega gera það með að gera alls konar tilfærslur og færa hluti hægri og vinstri. Eitt af því sem maður tekur eftir er að við erum með 5 og 10 hérna og síðan erum við með 2x og 3x. Þannig að ég veit að það er eitthvað stað 3x sem við förum aftur og bak og síðan 2x sem við förum áfram og síðan er 5 sem að fara áfram og 10 sem fer áfram líka. Þannig að við getum pröfað einmitt að draga kerfið þannig að við förum 3 aftur í staðan fyrir að fara 2x áfram og mínus 3x aftur á bak í einu forminu og þú pröfa bara að leggja einfallega hlutina til og sjá hvað gerist. Pröfum nú bara að keyra þetta í gegn eins og ég myndi gera sem væri einmitt að segja 2x pluss 10 og það er jafn stórt eins og 5 og sen kemur smá skemmtileg hitt sem ég átt að muna eftir að bæta strax við svo ég spara með tíma og það getur að stráka út að hérna nú ætla ég að leika mér og ég ætla að leggja til 3x sikkur með við jafnaðarmerki mér til skemmtunar og venjulega öðrum til ama að þá er að 5 mínus 3x og síðan pluss 3x aftur sest frá þessari hérna stærð. Ég ætti kannski að skrifa þetta í grænu svo að sé að engi ekkert vafatri hvaðan það kemur. Sjáum til og þá er það 3x hérna. Og það sem að ég geri hérna er með að leggja 3x ykkur með einvið. Þetta er eins og ég gerði áðan að ég færði raunverulega allt kerfið áfram 3x á sama tíma og það sem að gerist hér er að 3x-in hérna gangi út með hvort öðru vegna þess að mínus 3x pluss 3x er jafnt að 0 alveg eins og mínus 5
pluss 5 er jafnt á 0. Þannig að það breytist ekki þó að það standi x þarna, þetta bara ennþá gengur út með hvort öðru. Þannig við fáum 5 stykki af x-um, eins og 2x pluss 3x pluss 10 er jafn mikið eins og 5, og nú ætla að skrifa pluss 0 viljandi, vegna þess að öll þessi hérna stærð er jafnt á 0. Og síðan getur maður náttúrulega dottið það hugmynd í huga, maður er með 5x pluss 10 sem er jafn mikið eins og talan 5. Okidoki, hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að við erum allan núna möguleikana að færa 10 einingar aftur á bak, og það ger ég vegna þess að ég tek eftir að við getum einangra þá losna við 10 hérna megin við. Þannig ég pröfa núna að taka 10 einingar sikkur megin frá jafnaðarmerkinu. Þannig að við erum með 10 og síðan dreg ég 10 einingar frá, mínus 10 hérna, og það er jafn mikið eins og 5 og sem gefur mínus 10 hérna frá, ætti kannski að gera í grænu svo að sé ekki 10, hæðislega gaman. Og við tökum eftir í jaft sem áður að þessa hérna stærð, hún verður náttúrulega jaft á 0 vegna þess að við erum að raunverulega færa ásinn, þannig við veljum viðmiðun á punktin okkar þess að vera réttan. Þannig við fáum 5x er jafn mikið eins og núna erum við að 5 mínus 10, það er jaft á mínus 5. Og síðan höldum við áfram og við getum núna tekið eftir því alveg eins og áður að við erum ykkur að vegalengd, það sem ég veit að x-gildið, ef við miðum þennan hérna ás, ef við miðum talna ásinn hér, ætla nú ekki að nota þetta hérna svæði, breytir ekki allir, að við veitum það núna að það er ykkur vegalengd, þar sem við förum mínus 5 aftur á bak frá 0 og við gerum það í 5x einingum. Þannig að það hlýtur, hvert x-ið sem við erum með hér hlýtur þá uppfylla skilyrðið að við erum með, og þá erum við að deila hérna með 5 sikkur með jafnamerki, 5 deilt með 5, þannig að eftirstendur er x er jafnt á mínus 1. Og núna spyrja margir, og þetta er villa sem ég sé ans, þetta er villa sem ég sé ansi oft og ég vil endilega minna nefnendur á að þessi villa ætti ekki að vera staðar. Þegar hlutinni ganga hérna út, þá gengur 5 út með 5 og þá eru að muna talan 5 deilt með 5, það er jafnt á 1, og talan 2 deilt með 2, 2 deilt með 2 er líka jafnt á 1 og þannig kolli, að þetta hverfur ekki, þetta verður ekki jafnt á 0. Þess að mínus 5 deilt með 5 er ekki jafnt á talan 0 eða eitthvað álíka. Það er þannig að við erum með mínus 1 sinnum 5 deilt með 5. 5-urnar, það ganga ekki út, það sem að gerist er að þú fær mínus 1 sinnum 1 eða mínus 1. Og það er einmitt vegna þess að 5 deilt með 5 er jafn stórt eins og talan 1. Og þannig gengur að kolli. En ég ætla að segja stopp núna og segja að útlista hver lausnin er, og lausnin segir að það sé x jafnt á mínus 1. Eða ef við núna skella hérna inn, þá uppgötum það ef x er jafnt á mínus 1 að þá myndum við fá þess að mínus 2 hérna pluss 10 er jafn mikið eins og 5 mínus, og núna verður að muna þetta er mínus 3 sinnum mínus 1, og þá er þetta hérna sama og segja 8 er jafn mikið eins og 8 vegna þess að mínus 3 sinnum mínus 1 er pluss 3 og þá er 8. Nánar tiltekið staðsetning á rauntölu ásnum hérna er 8. Ég veit ekki vissi ekki einu sinni hvað þessi tiltekna staðsetningi væri, en ég vissi hins og hvernig hlutfallin væri á milli hlutana og ég vissi hvað x-gildi væri. En við getum tekið fleiri svona dæmi fyrir seinna meir og ég segi bara takk fyrir.